Una Skram, velkomin. Takk. Þú að hafa smá þolinmæði, en þess að ég ætla að renni í gegnum mína frábæri kostendur. Sjálfsagt. Kaldi, sem að ég er einn að drekka, ekki þú. En það er 0%, ok. Ég kom með 2 nýja samstagsæðla. Jysk og TM. Ég er alltaf að veisla í Jysk, af því að ég á sumarbústað. Akkurat. Og þetta er bara besta verslun í heimi til að fara og kaupa allt svona, og sísonar líka. Og TM, Tryggingamiðstöðin, og ég held að sé bara velunni með að því ég er búin að vera hjá þeim alveg nánast frá því ég fættist tryggður, eða þú veist. Storytel, Reykjavík Photo og Bauhaus. Allt bara frábær fyrirtæki. Allt ekki fyrirtæki. Ég ákvað, ég ætla bara að fá samstagsaðila sem að ég tengi við og mér líkar vel við, þannig ég get auðvitað að tala um þau. Svisum yfir á næstu mynd. Ef þið farið inn á story.tel/bókakjallarinn þá getið þið fengið frían mánuð og hvað er betra í jólamánuði en að ná sér í ókeypis-bækur. Og svo ætla ég að sýna ykkur þessar glæsilegu myndir. Una, hérna varst á hátindifræðinnar í þessu rósa beði. Já. Og hvað, það eru 6 ár síðan þú ferð til London og eða fer til Englands í nám og svo verður bara tónlistastjarna. Hvernig axlaðist það? Einmitt, opin spurning hvernig þetta allt saman bara byrjar. Hvað gerðist árið 2019? Árið 2019 þá gef ég út mína fyrstu EP-plötu og hún var raunin sem sagt í samstarfi við félaga mína sem ég var með í menntaskóla. Og þeir eru byrjað að músísera, þeir eru farnir að vinna með þarna Club Dub og þeir eru að vinna í plötu með GTRN og þeir vita að ég kann að syngja og hefa áhuga á tónlist og þeir fá mig til að koma og músísera með þeim og það gekk líka bara svona ljómandi vel að við vorum komin þarna með 5 lög frekar hratt og það var ógeðslega gaman og þeir eru rauninni svona hvetja mig. Tónlistina saman? Eða var þetta tónlist frá þeim? Eða... Já, sko, þeir eru rauninni að pródúsera. Það sem þeir gera er að búa til svona það sem við kallum beat og eru þá að búa til svona takta eða þannig, leggja niður synþana og trommurnar og svona. Svo var ég búin að vera að skrifa svolítið texta og laglínur og síðan sem er líka svona algengasta leiðin fyrir mig til þess að vinna tónlist er að ég er komið með einhverja texta eða laglínu eða hugmyndalagi og svo kem ég með það upp á borð til upptökustjórans eða pródúsantsins og svo reynum við að finna út úr saman hvernig við getum látið þetta verða að lagi. Já. Þannig það verður rauninni bara okkar ferli. Stundum voru þeir með eitthvað svona grunn tilbúin og þá kem ég svona inn í það. Þannig að þú ert alltaf partur á sköpuninni. Algjörlega. Já. Algjörlega. Og alveg þarna frá byrjun. Já, ég myndi segja það sko. En svo gerist eitthvað, þú semst ákveður að fyrir nám til Bretlands. Já. En ferðu samt að vinna bara í þínum ferli á sama tíma? Já, kannski svona óbeint sko, þú veist, það var líka eins og við ræddum aðeins áður en ég kom hingað, þá var þetta svolítið svona stundum einhvern veginn ekki alveg in my control eða þannig, þú veist, það bara koma tækifæri, þú veist, upp á borðið skilurðu og það var bara annarkvort að segja já eða nei og það fyrir eitthvað svona bolti að rúlla bæði sem sagt áður en ég fyrir út og meðan ég er úti og ég einhvern veginn bara, hlutinni bara gerðust. Já. Það er eiginlega bara eina leiðin til þess að segja almennilega frá þessu, sko. En varst ekki líka svona kjarkur í þér? Þú sagðir já. Þú varst ekkert að ofhugsa þessi tilboð. Þú ákvaðst bara að taka, vera partur á þessu. Já, ég var spennt fyrir þessu. Já. Mér fannst þetta spennandi heimur og ég hef alltaf verið mikil tónlistarunnandi og alltaf fyndist gaman að syngja og semja tónlist. Þannig að auðvitað bara leið og þessi bolti fór að rúlla þá fannst mér það mjög spennandi og bara sá bara mörg góð tækifæri Myndirðu segja að þetta væri svona skilabóð til bara fólks og kannski ungs fólks að segja bara já við öllum mögulegum tækifæri? Algjörlega. Erum við oft með einhverja of mikla fyrirvara eða of hrætt við að taka á þetta?
Algjörlega og ég fjall alveg líka í þá grifju og þú veist, það var alveg stundum eitthvað sem að líka kannski hefði svona hamlaði mér á einhvern hátt. Þú veist, það ekki svo ég sé bara alveg bara hafi verið til í hvað sem er og skilur við. Það að því maður þarf líka vanda sig í ákvörðunum og sérstaklega í þessum heimi. Hann er flókin og ég var ung og svona, þannig að það er bara 100% samt að bara taka þeim tækifærum sem manni gefst og vera einmitt ekki ofhugsa hlutin og mikið eða pæli hvað öðrum finnst, hlusta bara sitt eigið innsæi og allt það, sko. Það er svo áhört, sko, ég er búin að hlusta aldrei mikið á tónlistina hérna. Þú ert með geggjaða rödd. Takk fyrir það. Og það er líka bara einhver svona þroski í henni, það er einhver svona dýpt í henni og ég heyrði einhvers staðar að Amy Winehouse væri uppáhalds tónlistakonaðin eða allavega eina mörgum og sækjur eitthvað að því mér finnst ekkert svo langt á milli ykkar Það er náttúrulega rosalega þrós sko ég sæki kannski mestan innblástur í hennar textasmíði að því leitinu til að hún er mjög beinskeytt og opnar á sitt persónulega líf í sínum textum og það byrjaði líka bara þannig fyrir mig að þegar ég fer að semja texta þá það bara það sem gerist sumir þegar fara að semja texta hvort sem það er fyrir tónlist eða bókmenntir eða hvað sem það þú veist, þeir fara að sjá fyrir sér heima og skapa nýja heima og svoleiðis og aðrir fyrir aðra þetta losun og þá kannski kemur bara það sem svolítið bara þú veist, svona þetta bara einhvern veginn. En maður þarf að rífa þetta alltaf úr sér hjartað í góðum textum eða ekki? Mér finnst það, en þú veist, það líka alveg fegurð í hinu og það náttúrulega rosalegur hæfileiki líka að geta einhvern veginn tekið það sem er persónulegt og setta einhvern veginn öðruvísi búning þannig að fólk, þú veist, tengi samt við það sem líka eitthvað sem mér finnst alveg gaman að leika mig með en það sem að mér finnst ég vera best í að gera að segja frá einhverju sem að ég í gangi gegnum á eitthvað svona ljóðrænan en samt ekki of symbolískan hátt heldur svolítið bara svona blátt áfram og að láta það ríma og passa inn í eitthvað lag, skilurðu. Það er eitt lag hérna Bumboy. Já. Ég var að hlusta það, ég hlusta það á þrísum, ég varst svo ríkala flott. Okay. Og líka gaman að því hvernig bara rappið kemur inn í og svona blandast. En það er einhver saga á bak við þetta lag, eða ekki? Jú, sko þannig að mér fyndi að vera að ræða þessi lög að því að núna, þú veist, þú hlýtur að tengja við það að núna er ég 26 ára og þegar ég samdi Bumboy og langflest þessum lögum sem við erum núna búin að vera að tala þá var ég 19 ára, 20 stundum yngri og það er svo mikil munur á þessu að vera 26 ára og vera Já, en maður verður samt svona samþykja bara hvað maður hugsaði og hvernig maður var og þetta er flott Já, takk fyrir það er ekki það að mér finnst þetta ekki flott það er bara áhugavert að þurfa að fara svolítið aftur tilbaka í þá unu sem skrifaði það lag af því að hún var þá með takmarkaða en samt alveg líka frekar mikla reynslu af einhverjum svona ákveðnum heimi tónlistar iðnaðarins og lagið kannski fjallar mér fannst það er erfitt að segja frá þessu sko. Það var einhver pródusent sem að þú veist, var að ítaður út í eitthvað sem að því leið ekki vel með. Já, og þetta fjallar samt kannski meira líka þegar línan fer að blörrast á milli þess að vera að ég sé að vinna með einhverjum og svo er eitthvað svona öðruvísi áhugi sem er verið að sýna mér. Sem ég held að mjög margar konur í tónlistariðnaðinum tengi mjög mikið við að það getur oft þegar maður sjálfur er bara með eitthvað ákveðið intention, bara hérna erum við erum að vinna saman og svo kemst maður að því að hann er með einhverjar aðrar pælingar í gangi. Þetta er alltaf í bara listaheiminum að því að fólki er mikið að opna á tilfinningar, mikið að opna á og prófa sig áfram. Það þarf að vera rosalega tröst í þessu. Algjörlega. Ég held að það sé líka samt bara algengt issue kannski svona í þessari kynja baráttu, skilur og á öllum kannski vinnustöðum að stundum ég held allavega að margar konur kannski hafi upplifað það að
menn fari yfir einhver mörk þess að vera ekki lengur þá professional af því að það einhver önnur pæling í gangi. Það alltaf mýta með tónlistarheiminn og kvikmyndaheiminn reyndar að svona Harvey Weinstein típur sem að svona fara að gefa einhver lofvorð en eru meira að hugsa um sjálfa sig og þannig að svona er þetta mikið, er þetta breytast, er þetta verða búið? Mér finnst þetta vera miklu skára núna heldur en hvernig ég kannski upplifði þetta þá en þá ég samt ekki að þú veist, það ekki þannig að allir menn sem ég vann með á þessum tíma hafi verið eitthvað óheiðlegir eða þú veist, bara alls ekki sko en það meira kannski bara svona einhver stemming og einhver svona hlutir sem voru einhvern veginn ásættanlegir þá myndi ég segja veru ekki ásættanlegir lengur maður finnur alveg kannski fyrir því þá ég aðalega líka bara að tala í íslensku samhengi en ég vissum þetta síðan þá issue annar staðar og eitthvað sem við þurfum að halda áfram að þú veist, tala og vera meðvituð En þetta að því að þú tala svona þessa kynniðu hluti af hverju eru svona fáir að því að þú leggur áherslu á texta af hverju upplifi ég að það séu svona fáar konur í textagerð svona til móts við kalla þetta della í mér eða mér finnst ég ekki verða var við eða þeir fara ekki eins hátt textar kvenna það rátt? Sko, þegar við vorum að ræða þetta þess að við kominga þá fór ég að velta svo svolítið fyrir mér hvað þú ert nákvæmlega að meina því ég myndi segja, þú veist, ég textahöfundur og ég söngkona og þar en leiðandi ég bara tónlistarkona svo eru til menn og konur sem að vinna einungis sem textahöfundar og ef við erum að tala það starfið bara að vera laga eða textahöfundur ég fór aðeins að skoða þetta þegar við vorum að tala þetta sko. Já, frábært það mjög erfitt að finna tölfræði yfir nákvæmlega þetta á Íslandi en til dæmis í Svíþjóð þá kynjahlutfallið mjög jafnt af því þeir eru búin að vinna bara mjög stabílt að því í Bandaríkjunum þá það bil 80% kallmenn sem að starfa í þessum gera og ég fór aðeins að pæla í svona hverjir eru á bakvið þessi helstu poplög sem eru að koma þú veist, frá Bandaríkjunum og ég ákvað að kíkja á topplista FM 957 Já og þar eru til dæmis lög þú veist eftir Dua Lipa, Miley Cyrus og Post Malone, þekkir hann? Já og ég fór að skoða hverjir eru semst að baka þessi lög ég kíkti á Post Malone og þar eru semst 5 menn sem skrifa það lag svo kíkti ég á Dua Lipa og Miley Cyrus það eru líka 5 aðilar sem koma að þessum lögum en miklu fleiri konur í herbygginu hjá Miley og hjá Dua Lipa þær eru með 2 konur með sér og þá 2 kalla þú veist, og meðan Post Malone með 5 menn Sko, en mér finnst sko, og nú ætlum ég ekki að halda hann hefur fram ég fór bara að tekka á svona frægum, þekktum íslenskum dægurlögum í gennum tíðina flest voru, fannst mér svona, þegar maður fer inn og leitar að textum og íslensku dægulega textum og það getur vel verið að þetta séu sko textar sem að voru gerðir fyrir lengra síðan eða löngu síðan en ég bara einhvern veginn að vona að þetta sé einhvern veginn að jafnast að þetta sé að verða svona stærra tækifæri bara fyrir meiri breidd fólk á öllum aldri, kynjum og hvaðina þarf eitthvað að íta meira undir þetta sko, já, þú veist, eins og ég skil þeim þá ef við erum að tala þú veist, dægulög frá 50 árum síðan þá var náttúrulega tónlistar bara landslag, tónlistar heimsins þetta bara allt öðruvísi, þá var miklu algengara einmitt að það einhver sem skrifar lagið, það einhver sem útsetur það og svo fengið einhver til þess að flytja það og þetta eitthvað sem við í Keaton ég seti í nýrri stjórn Keaton, svolítið að kannski vinni að fá fólk aðeins til að pælja því þetta náttúrulega það ekki svoleiðis lengur en konur sem að núna semja tónlistina, semja textana vinna við að setja hana, útsetja hana fyrir tónleika og allt þetta það eru stundum ennþá leipelaðar
bara söngkonur og ég held að það sé kannski eitthvað sem hefur svona áhrif á hvernig við bara tölum og hugsum konur í tónlist, við hugsum mjög oft að sé okkur einn bara menna bak við tjöldin og svo konan upp á sviðin að syngja, af því það var svolítið þannig. Og Bríet hefur fengið að heyra til dæmis. Einmitt, fólk trúið ekki að hún sé annað en söngkona. Nákvæmlega, en hún auðvitað semur sína texta og bara mjög involverið í ferlinu frá alveg A til Ö og ég held að langflestar tónlistarkonur sem eru starfandi í dag séu svoleiðis. Að því þú nefndi Keaton. Já. Og ég sá einhverja könnun sem að var gerð að kallar hlusta meira á tónlist eftir kalla. Konur og kallar hlusta svona nokkuð jafnt á tónlist eftir konur. Þannig að eða var það öfugt? Nei, já, kallar hlusta meira á aðra kalla en konur hlusta á konur og kalla. Og kalla, já, það var þannig. Já. Og það segja manni sko, hvað það, af hverju? Sko, þetta bara því að konur eru bara einhvern veginn ekki að ná til kalla með einhverjum hætti eða eiga er nokkuð að vera reynað? Sko, skiptir þetta máli? Ég get komið með smá hot take þetta, ef þú vilt. Það væri útrúlega einfalt að segja að kallar bara tengi ekki eins mikið við tónlist sem að konur eru að gera. Það er einfalda einhvern veginn útskýringin. Mér finnst þetta samt líka snúast bara almennt er menningin svolítið, hún skammar svolítið menn sem eru til í eitthvað sem er kvenlegt. Það er ennþá bara svolítið þannig. Þannig að mýktina þá. Já, eitthvað sem er mjúkt tilfinningaríkt og já, bara þessi tvö orð eru fullkomin til þess að lýsa kannski þeirri svona tónlist sem að kallar myndi hlusta minnst á en svo líka ég var að hugsa, ég var að koma ég var að leiðina og ég var að hlusta á eina af mínum uppáhalds tónlistakonum, Charlie XCX sem að gaf út frábæra plötu í fyrra sem heitir Brat og hún fjallar að miklu leyti bara þá upplifun að vera ung kona. Bara allar hliðar á því. Og það eru eiginlega bara konur sem að hlusta á hana Charlie XCX. Af hverju er svona lítill áhugi líka bara frá mönnum að skilja hvað það er að vera kona, að vera ung kona. Að meðan ég hlusta á, þú veist, gangsta þú veist, einhverja rappara frá Atlanta einhvern veginn, bara því að ég hef áhuga á þeirra hugar heimi, tengi þetta ekkert beint við hann, en maður getur samt alltaf að því að getur alltaf fundið einhverja leið til þess að tengja og skilja og einhvern veginn setja inn í sitt eigið, þú veist, líf. Það er eins og að vanti bara almennt smá svona áhuga frá mönnum að bara upplýsa sig hvað í gangi innra með okkur, skilur við. Þetta minnir mig á einu sinni þegar ég var ungur ég og vinur minn vorum á einhverju fyllirí og þá fórum við eitthvað svona trúnó sem var mjög skrítið vegna þess að það snerist að hann segir eitthvað mig, við erum að tala tónlist og ég fíla alveg diskotónlist og svona Donna Summer og svona og ég líka og þetta kannski kristallar sko þetta að sumt bara ekki nógu cool, þú veist, í einhverjum heimi það sem þetta þykist að vera töff og harður en svo ef maður veltir fyrir sér sko eins og bókmenntum að það er fullt af frábærum rithöfundum, konur sem kallar lesa er þetta þannig að sko ég trú ekki að textar kvenna sé eitthvað sem að kallmenn vil ekki heyra en maður velti fyrir sig, verið að halda þessu nógu að okkur eða er þetta spurning hvað marketing eða? Já, meinar. Nei, ég veit það ekki. Það þú veist, þetta er svolítið svona, þurfa konur bara að vera duglegri að markasetja sig? Kannski, ég veit það ekki. Ég held að sé samt ekki endilega, þú veist, ég meina eins og við erum í Keaton, við erum að gera núna, sem mér finnst vera svo ógeðslega mikil snilld. Við erum að setja bara upp núna og komið inn á Spotify 5, minni mig, hvort þessi 5 eða 6 lagalistar sem eru bara íslenskar tónlistakonur og þá krítikinn líka svo að það sé kona
í, þú veist, höfundakreditinu. Já. Þannig að þetta eru alltaf lög sem voru samin og unnin af konu. Og það getur hvað maður komið við sögu Já, en já. hann bara leiðir ekki. Algjörlega. Já. Og bara, þú veist, þannig að og í rauninni það sem við gerðum var bara til þess að sýna fram á sko breiddina hvað það er mikið til af því að það líka við erum það snýst oft svona tónleikabókanir og svona eins og Kótelettan sem var í sumar sem bókaði einhverjar 2 konur af hvað voru þetta? En þið 27 eitthvað slúðist. En þið létuð í ykkur heyra. Já, við gerum það og þú veist, það er eitthvað sem líka held ég að gera eitthvað, þú veist að þessi samtök eru ekki bara í ykkur ryksugu, þú veist, þetta hefur áhrif að tala, segja. Fyrir rosalega mörgum árum síðan, þá var ég ritstjóri þáttar sem Kastljós. Já. Og þar var meðal annars manneskja sem heitir Þóra Tómasdóttir. Og mammenar var sko framkvæmdastjóri Kvennaatkvæðisins. Ég þekki hana Sólíu Tómasdóttir vel. Já, en þetta var Þóra, systir hennar. Já, einmitt. Og kemur hún svona að þessu umhverfi. Já, Guðrún, fyrirgefðu, einmitt, akkurat. Já. Og það sem var svo magnað að Þóra var svo óþreytt á að jafna kynjahlutföllin í sko viðmaldum hjá okkur. Og þegar til dæmis við vorum búin að bóka einhver 2 kalla kvöldið, eru þið með 2 kalla? Eru þið? Þú veist, og var alltaf að hamast. Og þetta var náttúrulega bara frábært að vera með mannesku sem óþreytandi að berjast og stimpla inn í mann eitthvað sem var orðið eðlilegt eftir kannski nokkra mánuði að því að hún þreyttist ekki. Er eitthvað svona sem að þarf eða er það of hostile að fara þessa leiðir? Eins og þetta með tónleikana í sumar að vera alltaf að taka slaginn við. Já, bara svo ég segja líka, ég þekki Þóru líka vel og ég lít mikið upp til hennar og þeirra systra sko sem að, þú veist, eru búin að vera að taka þessu slagi. Spurningin er, sem sagt, þarf maður að vera að gera þetta og er ennþá þörf á þessu, ég myndi segja að vera ennþá þörf á þessu, en það verður allir bara að velja fyrir sig hversu mikið nenna og geta tekið á sig í þessum efnum. Ég hef stundum tekið slaginn, ég hef stundum látið heyri í mér í einhverju svona umræðu. Stundum hef ég bara ekki haft orkun í það. Nei, ég veit. Og þetta slítur manni að vera í slag. Algjörlega, og en svo til dæmis það sem svo gott við Ketone að við erum margar saman að vinna í þessu og skiptum með okkur verkum og það eru til dæmis aðrar frábærar tónlistakonur sem eru þarna alveg bara á fullu, mér langar að segja, K. Óla og Anna Róshildur eða Róshildur. Þær eru 2 alveg búin að vera ógeðslega duglegar í þessu starfi og bara sjátt á þær en það er styrkur í fjöldanum og við getum gert miklu meira saman. Þið eru mjög öflugur á Instagram. Já, við reynum. Og ég finn það bara leið að fer að fylgja eins og ykkur. Að þá fær maður að fá þetta meira í andlitið, maður sér meira í breiddina, maður fer að hlusta meira og líka þetta eins og með lagarlistana. Sko, kannski þetta, það er líka sko, ég er ekki viss að við séum öll hrifin að því að við séum svona þvinguð til einhvers. Nei. En leið og kviknar þessi áhugi á að fylgjast með einhverju, þá held ég að breytist lagalistin hjá manni snarlega. En kannski þarf maður að uppgöta að það sé náttúrulegt, en kannski það líka bara að beita mann ofbeldi til þess að fatta hlutina, ég veit það ekki. Já, ég held að sé bara að það sé nógu oft sagt og fólk kveikir á perunni á endanum, en svo er líka bara fólk sem hefur ekki áhuga og vill ekki breyta sínum leiðum og þá er ekkert sem maður getur gert sko. Við erum með mynd af Ketone og hópnum Yes. Þetta er alveg geggjaður hópur og það er svo mikið breidd í þessu líka. Bara þá konur bara í íslensku tónlistarífi. Já. Við erum nokkrar í stjórn núna og svo er náttúrulega bara einmitt félagið sem eru langflestar starfandi tónlistakonur á Íslandi. Ég tók fyrst eftir til dæmis að þú nefndi Dua Lipa áðan að það voru ekkit annað en bara sko posts á Instagram og ég vissi ekki hvort það var tónlistakona eða leikkona eða hvað, vegna þess að í rauninni var hann að koma nafninu mjög hratt í gegn áður en að
þú Ég fórst að skil tengja þig. við tónlistina. Já. Stundum þarfst að fara einhverja leið til að vekja bara samfélagið. Já. Fólk líka bara svolítið eins og við vorum að tala áður við kveiktum á mikrofónunum, að það fólk svolítið svona fast í sínum þægindabúblum og í algoritma, þú veist, sem að stundum kannski erfitt að komast inn í. Já. Af því að, þú veist, Og komast út úr. Já, nákvæmlega. En þú veist, það bara orðið þannig og mér líka við tölum ekki alveg nógu mikið það finnst mér, að því að skjánótkunin svo rosalega mikil núna að algoritminn sem að fólk þrífst í verður svo stór hluti af lífi fólks. Og þú upplifir að heimurinn sé svona eins og þú Já. sér þann inn á þínum miðlum. Nákvæmlega, en það náttúrulega bara ekki þannig. Nei. Og þú veist, já, þetta eitthvað sem þarf eitthvað að Ég hveti alla til þess að fara á alla miðla og bara krosskeyra allt sem þeir gera og þurfi ekki endilega að tjá sig á Twitter en endilega lesi þig og sjáu þá vitið allavega hvernig stundum hluti heimsins. Nei, þú veist, eða bara og farið inn á einhverjum svona stofnanir eða skoðið einhvern veginn hvað fólk að brasa utan ykkar þægindaramma og reynið að upplifa eitthvað nýtt og þú veist, þó það sé jafnvel bara hræðilegt og skeri eða þú veist, það bara gefur manni svo mikið og já. Eitt með textana í svona sækjurðu þá í eitthvað ákveðið, sækjurðu þá í þína upplifun, þína reynslu eða hvernig sækjurðu þá helst? Já, ég myndi segja svona mestu leitunum til, þá sæki ég þá í mína eigin reynslu og mínar upplifanir. Núna nýlega þá ég byrjuð að semja tónlist aðeins meira með eitthvað annað í huga, að vilja kannski segja eitthvað ákveðið, ekkert endilega bara því að ég hef upplifað það heldur til dæmis eins og þessi jólalög sem að ég var að semja þarna og þessi hljómsveit Marsibil sem að ég í núna, við erum 2, ég og Kári Hrafn. Þar ég að semja tónlist á íslensku líka í fyrsta sinn í rauninni og þar ég alveg að opna bækur til þess að finna einhvern veginn réttu orðin og leita mér að innblæstri í, þú veist, einmitt gömul íslensk dægurlög og reyna að blanda því svo einhvern veginn saman við mínar upplifanir og það sem ég langar að segja. Það bæði, jólalögin svo við höldum í til haga heitið Marsibil, þú og Kári og mér veist þú tekur mann í eitthvað svona ferðalag, þetta verða mjög myndræn textar, annars jólalagið sem að mögulega verður jólalag Rása 2 allt gengur eftir og líka jólakjóll heitir það ekki og allt í einu maður komin í eins og litla stuttmynd sem að að gera svona myndræna texta það sem þið langar? Já, kannski á einhvern hátt en svo einhvern veginn kannski ekki alltaf einhver mjög svona ákveðin ásetningur svo gerist þetta líka bara og maður svona, ég fekk þessa hugmynd þessa að gera kannski svolítið svona grín af þessu að verður alltaf að eiga nýjan jólakjól jólin og annars bara verður ekki haldin jól það var eitthvað sem ég langaði bara svona að gera góðlútlegt grín að í þessu lagi og þegar svo hugmynd var komin að þá kom textin svolítið bara og svo sömuleiðis með hitt sem heitir hér er allt eins og það á að vera og alls ekki eins og það á að vera Nei, nákvæmlega þá erum við svona að gera kannski svolítið grín að svona perfektionismanum eða fullkomnunarártunni og neysluhyggjunni og allir stressinu sem að getur fyllt jólunum og erum svona að grínast það því að það mjög oft þannig, kannski erum við bara óhöppin ég og Kári, en ég held að flestu tengi nú við það, jólin getur verið alveg rosalegt stress og líka þeir eru með einhvern svona undirtón í bílflauti þú veist og maður er svona einhvern veginn maður svona fær smá streitu það ekki? En að samaskapi, ég veit ekki hvort að það sér hluti á jólaskapi að vera í streitu en það líka rosa lamandi. Ég held að það sem að líka lagi snýstum að það sé eitthvað sem maður þurfi svona samþykkja streituna, jólin eitthvað svona, maður þarf að svona take the
svona bad with the good einhvern veginn, að því að svo og vera líka svolítið svona stóískur hlutir gangi ekki kannski nákvæmlega upp eins og manni langaði en jólin eru svona svo falleg og góð tími. Ef þetta klikkar þá það bara allt í lagi. Nákvæmlega. Ef að maturinn ekki nógu góður eða gjöfin sem að maður ætla að gefa hún fær ekki eins góða viðtökur eða slíkt, þá þetta bara allt í lagi. Þá allt bara eins og það á að vera. Samt. Nákvæmlega. Hérna, ég veist aldrei merkilegt, sko, hvað þetta gömul þegar þú flytur út á land, út til Hólmavíkur? Einmitt. Ég 8 ára. Þú kemur úr Vesturbænum í Reykjavík. Þið ákveða að flytja til Hólmavíkur, þú og foreldreiðinir. Já, og litli bróðir minn. Og það sem ég hef alltaf heyrt Hólmavík, ég hef einhverja ofsalega góða tilfinningu fyrir þessu stað. Af því að það virðist vera eins og að það sé svona skapandi umhverfið, svona jákvætt og ég held ég hafi séð bara einhver auglýsingu daginn þar sem að vera að auglýsa eitthvað svona skemmtikvöld með miklum húmor, þú veist, það var svona einhvern veginn húmor í öllu. Hvernig var að koma þetta fyrst? Af því nú ég búin að búið til einhverja glansmynd að einhverju bæjarfélagi sem ég hef kannski einu sinni komið til. Hvernig var þetta? Ég verði vel að byrja, ég meina það var náttúrulega mjög erfitt að flytja út á land á þessum aldri, hafandi aldrei þekkt neitt annað en bara Vesturbæinn og hérna þetta var, stór svona, þetta var mikil breyting og mér leið sko, þetta var áhugaverður tími. Mér fannst ég svolítið svona standa út úr og var svona eins og einhvern veginn, fannst ég ekki alveg kannski tengja við fólki í kringum mig og samnefndu mína, ég þurfti að svona stilla mig inn á þeirra hugsunarhátt og að hvaða leyti? Eða ég meina hver maður munun? Var það bara svona Reykjavíkur taktar á móti var það annað tempó? Hvað var það? Þarna finnst mér út á landi sem bara mjög jákvætt líka. Þarna sko fólk svolítið meira kannski bara frjálst í sínum ferðum og leiðum einhvern veginn, hvernig það og hvernig það lifi lífi sínu en á sama tíma líka því að þetta svo lítið að þá líka allir einhvern veginn að pæli hver öðrum og einhvern veginn fannst þið það óþægilegt til að byrja með? Stundum, þú veist en hérna er það nýja stelpan á svæðinu og gast ekki fallið kannski já, og hérna algjörlega og þú veist og svo líka bara þannig, þú veist, út á landi þetta náttúrulega að Hólmavík sérstaklega bara var rosa mikið af samnefndum mínum auðvitað bara búin að búa þarna síðan þau bara fættust þarna voru búin að þekkjast bara alla sína ævi jafnvel voru bara, þú veist, skild og voru þá með eitthvað svona mjög bara djúpstæðar tengingar sem bara kannski svolítið erfitt að koma inn í en að því og nefnir, þú veist, að þetta sé skapandi staður og svona, það alveg rétt og mín upplifun var svo sko, ég meina, ég stundur sagt að ég veit ekki hvort að ég væri eins svona mikil tónlistakona og ég í dag, það hefði ekki verið fyrir grunn- og tónskólan á Hólmavík og þar var sem sagt tónmenntastarfið bara algjörlega bara partur af grunnskólastarfinu og það var eiginlega enginn sem var ekki að æfa hljóðfæri. Og var það það var bara inn í skólastarfinu og í skólanum þannig að þetta var bara hluti af deginu? Það var bara hluti af þessu, það var náttúrulega alltaf samsöngur sem auðvitað bara mjög algengt í grunnskólastarfi almennt en svo að því að þetta lítið samfélag og þarna fólk með marga hatta að þar starffræðikennarinn líka að kenna á bassa og þú veist, og íþróttakennarinn að kenna á trommur og Þannig að þau þurfa að vera fjölhæf í rauninni sko, og eru það og það líka bara einhvern veginn oft þannig að fólk, þú veist, býr hann út á landi og getur gert ýmislegt og það vantar fólk í þetta og hitt og þú veist það var bara frábæra upplifun sko, það var alltaf svona samspil, þá voru við sett saman í hljómsveit krakkar úr mismunandi árgöngum og látin spila saman. Á hvaða hljóðfæri spilaðu? Ég, á meðan ég var á Hólmavík þá sko æfði ég á gítar, píanó, trommur og ég æfði smá söng líka, Þetta bara grunnurinn af öllu í rauninni, en þetta svona smá svona master of none hjá mér sko en enga síður, ég meina enga síður, bara rosalega frábær reynsla tilfinningu fyrir öllu nákvæmlega,
en svo var alltaf bara söngurinn, þú veist, sem ég vildi bara taka fyrir mig og ekki hljóðfæri sem að í rauninni sko helst Hvenær vissirðu eða uppgötar þú væri góð söngkona? Ég held að það verið frekar snemma Já. en það er líka því það er svolítið svona í fjölskyldunni sko, þú veist, og einnig miklum tíma svona með ömmum og öfum sem að þau kannski eru að hrósa manni og en svo blundar sko í manni sérstaklega þegar maður er úlingur eitthvað svona, þú veist, er þetta bara fjölskylda mín búin að vera að segja mér að ég er sjókslega góð söngkona og svo er ég það ekki en svo snýst þetta líka bara að þið finnst eitthvað ógeðslega gaman og ert alltaf að því að þá hlýtur nú að vera eitthvað góð því, skilurðu Hvenær kom samt fyrsta staðfestingin á því að þetta var ekki bara eitthvað svona fjölskyldugrín að segja og veri góð kannski ein svona eitthvað sem er mjög minnistætt er að þú veist, þegar ég fór að taka þátt í náttúrulega bara öllum hæfileikakeppnum sem ég gat dottið í hug, þú veist, ég byrjaði að fara í vindaslíð á sumrin, tók þátt í hæfileikakeppnum og var ég öðru sæti eða vann þær, skilur þá er það eitthvað staðfesting svo líka því að ég tala áðan það væri eitthvað svona kjarkur í mér þegar ég flutti svo í bæinn og fór í Hagaskóla, ég flutti svo í bæinn frá Hólmavík þegar ég var 12 ára fyrir beint í Hagaskóla, stórt stökk líka að vera þú veist fyrst í bekk með 8 og svo í árgangi með 90 manns eða eitthvað þá fer ég og tek þátt í svona undankeppni fyrir Samfés Ég fer í svona loðvesti ég setja með rauðan varalit og ég syng Eye of the Tiger bara, og tek þennan bara á sviðinu sko. Og það var alveg sem já, þú veist, fólk hún grína mann og svona allt það sko En það virkaði? Já, virkaði, ég lendi í öðru sæti þú veist Í keppninni sjálfri? Nei, ekki í Samfés, ég fór ekki áfram í Samfés Innan skólans? Já, en ég var líka að keppa við, sko, held ég stelpu sem að var síðan jólastjarna Björgvins og ég veit ekki hvað skilur En Hvað er hún í dag? Hvað er hún í dag? Hún er örugglega bara hann ekki sem einhver staðar En já, þú veist, þetta var upplifun og þetta var líka kannski eitthvað svona staðfesting Þú veist, nú er ég komin í stóra tjöld, skilur við Hagaskóla og lendi í öðru sæti þarna og þá heldur maður bara svolítið áfram Í hvaða menntaskóla fórstu? Ég byrjaði í MR Fór úr Hagaskóla í MR Þú hættir? Já, hætti ég Þú ert uppgjafa stúdentið Hvernig veistu þetta alls Ég veit svo margt Ég ég byrjaði sérst í MR Af hverju hættir í skóla? Sko, þar kom inn einhver svona hvatvísi og eitthvað svona ég sérst byrjaði í MR færi mig yfir í MH tek fjarram í Versló mér leið bara ekki mjög vel í menntaskóla En gott það var bara svoleiðis Já, þú veist, þá fann ég sko námið sem að ég fór síðan í úti í Bristol Og það kallaði ekkert á stúdentspróf að það var nóg að þú hefði bara hæfileikan og búin að klára nóg Já, að því að þú veist, Bretland er með öðruvísi kerfi og ég var orðin nógu gömul til að komast inn og ég sótti sko upprunalega diplómu Ég man að fóreldrar mínir voru náttúrulega bara hvað ætlar að sleppa stúdentsprófinu og vera bara með eitthvað diplóm í söng og þau eru bæði sko fræðimenn Þannig já, það var svolítið en svo buðuðu mér bara að koma í bíanám í staðinn Þannig ég gerði það bara flaug út til Bristol sem sagt og átti Var ekki 19 ára afmæli mitt þar? Eða 20? Ég veit ekki. Nei, ég maður ekki, annarkvort. Ég veit margt en ekki það. Ég var allavega bara kottung, skilurðu, í rauninni. Og bara En ég finnst það samt, og kannski hef ég gaman að nota kjarkur þegar fólk tekur ákvarðanir, afgerandi ákvarðanir, að því að líða illa í framhaldsskóla eða grunnskóla getur verið svo skaðlegt. Að stundum finnst ég bara eðlilega að kippa einhverjum út úr umhverfinu að hann blómstri ekki nægilega mikið og finna stað. Ég held að við verðum bara alltaf að vera á einhverju stað sem við tækifæri og blómstra. Algjörlega. Og annars verðum við bara að svissa. Algjörlega. Þú veist, það var málið var að, ég hef alltaf verið bara ágætis námsmaður og svo MR bara svolítið annað dæmi. Já. Og það ferðaði mig líka bara að hafa svo mikil áhrif á sjálfsmyndina að það meikaði bara ekki sent lengur að vera eitthvað svona berjast við þetta. Nei, og fólk fær bara tilfinninguna að það sé bara ekki nóg klárt og þá hefur það áhrif á annað Nákvæmlega. En sko að því vorum að tónleika og þú hefur verið að vinna dálítið mikið
upptökuverum og ekki með hljómsveit eða band það að ég saknaði þess alltaf að mér finnst eins og allt eigi að vera bara iðandi af hljómsveitum þetta að verða búið bara Svo ég er nefnilega svolítið sammála þér því ég fattaði svolítið í því að vera alltaf ég var alltaf bara einmitt ein á sviði eða ég var með DJ fyrir aftan mig ég fattaði þá hvað það hvað mér finnst það vera leiðilegt og líka ég bara finna þegar ég að horfa á liveset hjá öðrum og það eru fleiri en 2 á sviðinu og það eitthvað að gera eitthvað með höndunum og þú veist búa eitthvað til það eru svo miklir töfrar í því og þá ég fattaði bara fyrir kannski árið síðan bara þetta eru áhrifin sem ég langar að hafa það ekki nóg fyrir mig að vera bara ein mér finnst bara skemmtilega að sé eitthvað meira í gangi og líka bara að einmitt að finna fyrir eitthvað svona community þú veist að vera í hóp og vera að skapa eitthvað saman og búa eitthvað til og geta svona línað á hvort annað þú veist Mér finnst það ekki ósvipað og sko mér finnst skemmti þáttur í sjónvarpi ekki spennandi nema sé live einmitt, ég skil þig ég vil hann sé hættulegur ég vil einhvern veginn að það gerist eitthvað ef ég veit að hann tekin upp og teipaður einhvern veginn þá einhvern veginn búið að hreinsa út hætturnar úr honum og hann verður flatari og þannig finnst mér eiginlega möguleikin líka að fara tónleika sem eitthvað smá risk og ég get ímyndið mér að standa upp á sviðinu það sem að einhver gerir eitthvað alveg uník vel núna, einhvern sóló eða segir eitthvað eða einhver mistök sem verða síðan að einhverju sem minnistætt sko fáum við þetta ekki aftur erum við farin að einfalda allt og niðursjóða og draga eitthvað einn súrefni úr öllu sko hljóma alveg rosalega eins og ég sé alveg búin að vera en ég samt að segja sko þetta það sem að einhvern veginn breytir öll ég veit það að vera í gæsahúð á einhverju mómenti sem þú veist að stórkostlegt. Ég nefnilega alveg svolítið cynical fyrir þessu líka þú veist, mér finnst þess að fólk sé orðið bara ótrúlega latt við að mæta á hluti og mér finnst alveg áhugavert að sko kannski fer ég ekki alveg út í það en eins og svona þú veist dreifing byggðar og svona kannski hefur áhrif á þetta líka og fólk svolítið þetta svona bílastús sko með miðbæinn og fólk kemst ekki of mikið vesen fólk orðið náttúrulega rosalega viðkvæmt bara almennt fyrir vesenni að því það allt orðið svo auðvelt þú veist fólk það sem að öll þessi tækni og allt saman bara útgangspunkturinn að auðvelda fólki lífi en lífi ekkert ef það ekki vesen þú veist, það bara hvað en þá? Þetta ekki á báða på? Þetta ekki líka tónlistafólkið nennir ekki heldur vesinu að rigga upp og æfa með mörgum og koma einhverju saman það vesen líka sko. Jú, og líka að því að það orðin eins og í öllu bara að það finnst mér svona þetta snýst svolítið mikið oft bara að græða og þú veist, hver auðveldasta leiði til að gera það ef að ég að splitta litla fjármagninu sem ég fæ fyrir að spila svona tónleikum með 6 manns, auðvitað það miklu minna og bara, þú veist betur að hafa þau bara öll á teipi og taka peninga Já, ég skil alveg að fólk taki það ákvörðun og það bara, ef þú ert þannig þengjandi að þá það bara frábært, skilurðu, fyrir þig ég bara, fólk verður bara að velja fyrir sig hvað einhvern veginn því finnst skipta máli og ég vona að það verði eitthvað svona endurlífgun sko bandsins, tónlistarsenjar eru svolítið að tala um það núna að eins og rappið sé smá að deyja og bandið sé að koma aftur og þetta kemur alltaf svona í bylgjum en ég líka búin að vera að ég svolítið hrætt að svona, þú veist að live tónlistarflutningur og svona í þessari umræðu sko allt sem live þú veist að þetta í rauninni sé mjög hægt að hverfa en að muni aldrei alveg hverfa og muni kannski koma aftur svona poppa upp hér og þar en á minni skala já, á minni skala eins og með vínilplöturnar, skilurðu eða þú veist, eitthvað svona, allt sem eitthvað einn analóg núna, verður eitthvað svona það kemur eitthvað svona í tísku aftur að vera að nota, þú veist
digital vél frekar en bara síman eða að hlusta á vínil eða kassettur en þú veist, hrættum að það muni aldrei taka yfir menninguna aftur, skilurðu. En svo sér maður til dæmis uppistand vinsælt. Já. Það mjög svona einfalt form og ofsalega mikið samband milli uppstandara oftast og áhorfenda. Svona minni tónleikastaðir og stundum það bara að það bara gítarleikar að spila sko einhverju þjóðatíðalög úr eyjum eða eitthvað en það er jarðvegur fyrir sambandi sviðsins og áhorfandans. Já. Það bara spurning sko, þurfum við alltaf að fylla 1600 manna höll í Hörpu eða þú varst með tónleik í gær í Iðnó, var það ekki? Jú. Gekk það ekki vel? Jú, það gekk vel en það voru mjög fáir sem að komu, ég verð bara að segja það en það líka, ég meina, ég og Kári í hljómsveitinni Marsibil, við erum bara rétt að byrja en það voru til dæmis tónleikar sem að maður borgaði 2500 krónur inn á. Nú, ekki meira. Ekki meira, en það sko bara ekki venjan að fólk borgi sinna tónleika lengur. Það alveg rosalega algengt að tónleikar séu fríir niður í bæ. Bitu, nú ég að missa hug. Það mín upplifun sko. Meinarðu þá inn á veitingastöðunum? Eða... Já, þú veist, sko, mín upplifun svo að fólk sé orðið mjög góð vant að geta upplifað live tónlist frítt. Ég skilur. Og sé þess vegna ekki heldur mjög oft að því það hugsar bara ég get séð þau seinna á þessum bar og það kostar ekki neitt. Akkur ætti ég að mæta þessa tónleika sem ég þarf að borga mig inn á. Og þá ekkert bara að hugsa eitthvað okkur, skilur við heldur bara almennt að ég hef líka hugsað svona. Það eru listamenn sem að ég hef séð frítt og þá þegar þau eru að halda tónleika sem kostar kannski 5.000 kall inn á, þá hugsa ég bara, þú veist, og málið líka, einhvern veginn, við erum alltaf að tala það en bara, hlutirnir yfir höfuð eru svo dýrir orðnir. Það svo dýrt að vera til, áfengi svo dýrt og áfengi alltaf svo tengt við þetta tónleikahald, þú veist, akkur eftir að fara tónleika þú ætlar ekki að fá þig bjór, skilur við, bara mjög ákveðin típa af mannsku þá og fólk hugsar bara, en ætla ég að eyða hérna núna þá 10.000 kalli í þetta kvöld fyrir þessa hljómsveit, miðaverð og 2-3 bjórar eða ætla ég bara að vera heima og horfa á Netflix, skilur við. Ég skil að fólk velji hitt, skilur við. Nei, þú átt ekki að skilja það. Ég svo skilningsrík. Já, það alltaf saman að þú já, ég það. En þú veist, ég hvet samt fólk auðvitað til þess að skoða þetta í sér, skilur við. En sko, mér langar samt einhvern veginn í, ég veit það ekki, ég trúði ennþá að fólk sé til í, og ég veit að það eru alls konar svona flækjur, peningur og bílastæði og einhvern veginn, margt sem takmarkar, en það þyrfti einhvern veginn að bara að finna einhverja leið það sem þetta orðið meiri hvati, meira, ég veit ekki hver hún en það væri rosalega gaman ef að það myndi gerast. Við vorum að grínast sko með það í gær að við værum eitthvað svona vinning, þú veist, að þú kaupir miða, þá getur þú unnið eitthvað, skilur við flugferð. Svona út af stöðum að gegga eitthvað. Já, ég meina kannski það einhver hvati, skilur við. Já, ég fór nú ekki þangað. Nei, ég veit það, ég bara að djóka, en skilur maður þarf að hugsa eitthvað svona. Já, 101. fór Dominos pizza. Nákvæmlega. Já. Nei, og líka það að sko, þetta ofta að listamenn upplifa það að þeir sko, að því að verkin þeirra eru mikið svirði og þú ert búin að leggja mikla vinnu og alla þína sál og því langar heldur ekki að vera það cheap en það einhver þarna mörk líka hjá fólki sem að á þá ekki pening þannig að við þurfum einhvern veginn að ná aftur þessum þráðum á milli þannig að maður vilji fara á tónleika fyrir 2500 kall það sé ekki vesen og líkilörðið er bara burtum við vesen já, hvernig tökum út þetta vesen allir það ekki en ok, þú ert þarna úti og ert rosalega aktív í 3-4 ár svo allt í einu bara tínustuð og gerist ekkert fyrir 24 þegar kemur nýtt lag hvað gerist þannig í millitíðinni? Ég bara lifa lífinu nei, ég sem sagt fékkstu eitthvað nóg þarna úti?
ég þurfti bara smá tíma til að finna út fyrir hvað ég vildi vera og hvað ég vildi gera og þú veist, ég gefa þetta út Crush. Já, sem var mjög vinsælt. Það var alveg frekar vinsælt lag, fólk fílaði það og þá ég líka sko orðin, þar komin eitthvað svona ímynd sem ég búin að setja fram af eitthvað svona pop-prinsessu. Já. En ég fann það bara strax að ég tengdi ekki við þá típu. Nei. Og ég þurfti bara að taka smá skref aftur og Þetta svona Britney Spears feelingurinn þegar einhverju kallar eiginlega tóku og bara byrja að stjórna henni. Já, en þú veist, það ekki, skilur, málega að eins og ég var að vinna með, þú veist, eins og Loga Petró og og Agli Ástrásinni sem maður sem mikið í tónlistarbransunum. Og ég á þeim, þú veist, mjög margt að þakka og þeir einmitt tóku þessa Crush pælingu og þessa pop-prinsessu pælingu og að sjálfsögðu bara peppuðu mig í hana. Hún kom sko frá mér samt. Já. En þú veist, þeir styðja mig í því og sjá líka eitthvað svona gróða í því að halda því dæmi gangandi og þegar ég kemur með þessa hugmynd líka, þú veist, tónlistamindbandinu við Crush og eitthvað svona að þá bara allir ekki geimi það, bara let's go sko. En svo það bara, þetta á mér því ég fatta svo að ég bara, þú veist, í fyrsta lagi þarna kannski að setja fram einhver svona ímynd sem ég síðan get ekki fyllt eftir og þá fólk að búast við einhverju af mér og mér fannst það óþægilegt og mér hefur alltaf kannski fundið sér lítið óþægilegt þegar það einhverjir aðrir einmitt sem að einhvern veginn að fara að græða eða einhvern veginn með einhverju hagsmuni í því sem ég að gera, þú veist, það bara erfitt, skilur en svo líka langaði mér rosalega mikið að vera bara ekki á Íslandi í smá tíma þó ég hafi sko verið, að því máli var þegar ég fer út í námið, ég var bara búin að vera í 1 ár og svo kemur COVID þá kem ég heim, þarf að vera heima ekki eyða miklum tími að tala um COVID eða ennur enginn tala um það en þú veist, svo fer ég aftur út og bara í þessu námi og svo ég alltaf að koma heima því ég átti kærasta heima, bla 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 eftir það við hættum saman, ég að fara að útskrifast í skólanum og ég hugsa bara, ég ekkert samt, þú veist, búin með Bretland, þú veist, ég ætlaði að vera úti og upplifa að vera í Bretlandi ég ætlaði að upplifa London að meðan ég bjó í London, þú veist, þá var einmitt líka bara COVID, þetta var ekki London sem að allir, þú veist, þekkja en ég ákveð bara að taka mér smá tíma og bara eitthvað svona fer sko út, þetta örugglega það klikkasta sem ég hef gert, þú veist, ég fer út með bara svona nokkra 100 áskall í vasanum og þú veist búa með námið og ekki með neina vinnu eitthvað á skilurðu engin plön í rauninni bara að fara og vera aðeins úti og var það svona one way ticket það var ekki, þú veist ekki búin að plana nei, ég mitt bara keypti bara one way ticket og ég fann mér eitthvað svona sublet sem sagt á meðan ég var að leita eitthvað svona meira permanent og í í austur London með 2 alveg bara svolítið sketchy karakterum já, ok og fyrsta vinnan sem ég fæ vinna á pizzastað og svo fæ ég vinnu reyndar í 66 norður út í London, þá var svo búð búin að opna og það náttúrulega, þú veist, eina vinnan fyrir mig að fá eitthvað svona sölu, eitthvað, þú veist, á þessum tíma þannig að ég hoppi það og þar kynnist ég síðan stráknum sem að gerði síðan þess að plötu með mér sem ég gaf út í fyrra og bara, þú veist svona þetta verður svona bolti alltaf eitthvað neginn og eitthvað gerist og svo bara komið lag eða plata En nú erum við líka komið með tengingu við það sem þú sagðir áðan þetta að svona vera alltaf að uppgöta heiminn, vera alltaf að fara út bara hitta fólk og skoða eitthvað að þetta aldrei minnistætt sérstaklega svona, ef þú horfið tilbaka að fara að vinna allt í ná pizzastað og vita ekkert hvað er framundan Hefur þetta ekki orðið þá tilefni í textagerð? 100%. Já. Þetta bara, öll þessu upplifun inspireraði þessa plötu og og allt fólkið sem ég kynntist og þú veist, auðvitað er þetta alltaf rosa mikið tengt við eitthvað svona rómantísk sambönd, skilurðu
og vera þarna líka ein og vera uppgöta sjálfum með einhvern veginn þarna eins og lagið svona Pond Big Fish Tiny sem Já. er nafnið á plötunni líka. Það fjallar bara mjög mikið einhverju svona sjálfsuppgötvun Já. og það var mjög mikil svona heilun og losun í því að semja tónlistina á þessari plötu sko. En þetta ég ætla að bæta einu sinni enn við það kjarkur að gera þetta. Já, ætli það ekki? Jú, ég meina Þú átt geggja bakland í foreldrinum Já. og öfum og ömmum. Þannig að það skiptir máli líka að vita alltaf svona að ég hérna fólk fyrir aftan sem að hjálpa mér eða grípur. Það net sem grípur, já 100%. En samt sem aður þá er þetta og kannski oft hefur tölum að listamenn verða að hafa þjáðst. Þetta er ákveðin þjáning að vita ekkert hvað er framundan. Algjörlega og það var bara oft mjög mikil þjáning að vera þarna. Þú veist að bara eiga sko engan pening og alls konar sketchy karakterar eins og ég segi kringum mig og rosalega mikil óvissa og hætta jafnvel oft, þú veist, þetta er umhverfi sem er ekki að djók. Maður þarf alveg, þú veist, London, fólk veit alveg hvernig hún getur verið. London er æðisleg. Ég bjóð þarna einu sinni, en sko, Austur-London og Suðaustur-London, þetta er ekkert, þú ert ekki að labba þarna mikið á kvöldin. Nei, maður reynir helst að einmitt gera það ekki, sko. Og það var alveg, en það var bara einmitt það sem ég vildi, var eitthvað svona, bara eitthvað smá rugl, sko. Þú veist, það var eitthvað svona upplifanir, þú veist. Og en þú veist að horfa mig tilbaka núna er ég stundum bara hvernig gerði ég þetta, þú veist, hvað var ég að pæla og bara svona aðstæðuna líka, þú veist, maður var að borga ykkur himinháa leigu fyrir sko, ég var á dýnu á gólfinu í ógislega lengi, átti ekki fyrir því að kaupa mér rúm, skilur, og ég var alveg bara í alveg svona, það var alveg alvöru dæmi, sko. Þetta er frábært. Já, þú veist, alvöru upplifun. Nei, ég ert ekki fegin að hafa gert þetta, en þess að það hefði verið auðvitað að leiðin að gera þetta ekki. Jú, en ég fæ alveg stundum líka svona, að því það er líka eitthvað sem blundar stundum í mér, svona, þú veist, efi mínar eigin ákvarðanir, skilurðu. Eins og ég sagði áðan, þú veist, það er ekki beint þannig að ég sé bara, já, þú veist, það er svona eftir á geti oft verið, þú veist, ég þarf svona að endurhugsa og bara, vá, þú veist, hvað var ég að spá, en innst inni er ég mjög þakklátt fyrir þennan tíma. Ég veit að hann kenndi mér ótrúlega margt og kom mér þangað sem ég er í dag. Hann skattaði þig ekki? Nei, það myndi ég ekki segja. Af því að ég þurfti að gera þetta til að komast að því að ég vildi ekki gera þetta. Eða skilurðu? Já, þetta er ekki lífið sem þú vildi lifa. Nei. Mér langaði síðan að koma heim og gera eitthvað aðeins meira kassalaga, skilurðu, og vera eitthvað aðeins svona fetta meira inn í eitthvað svona box, skilurðu. Sko, boxi sem þú núna fettað inn í, það er að þú ert að prófa það áfram í fjölmiðlum, þú varst með tengivagnin á samt fleirum upp á Rás 1. Þú varst komin í starf hjá Ölskstofni Sirkus. Hvernig sérðu fyrir þér núna, að því að það má segja kannski að lífið þitt sé einhvern svona 5 ára áfengum, þú ert búið með fyrsta 5 ára kaplan þarna sko eftir að þú ferð út. Hvernig langaði að hafa þetta framöndan? Ég er einmitt að vona að næstu 5 ár feli í sér bara meiri skrif yfir höfuð. Texta, prósa, bóka. Getur bara verið, ég er ennþá að finna út úr því sko nákvæmlega, en kannski byrja ég nú bara í fleiri pislum, meiri pislagerð. Mér finnst það alveg rosalega skemmtilegt sko að skrifa fyrir útvarp. Mér finnst útvarp alveg ótrúlega skemmtilegu miðill. Útvarp er geggjaða miðill og bara hlaðvörp líka. Og þú veist, það er alveg eitthvað sem ég spáði því líka, hvort að maður fari sjálfur bara í eitthvað svona hlaðvarskerð. Að því stundum er þetta líka bara þannig að maður þarf að gera hlutina bara sjálfur. Eitthvað svona á sviði sko fjölmiðla og svo er ég mjög spennt fyrir þessu Marsibil-projekti og ég er að taka það svolítið svona í bara litlum skrefum og vera svona þólum og gagnvart því sko að þú veist það snúist ekki að leyfa því bara að vaksa náttúrulega og þið eruð að vinna með íslensk texta fyrst og fremst þannig að þú ert eiginlega að fara inn í eitthvað svona
Þetta er allt annað heldur en ég var í sko. Ekki íta þetta í. Nei, þú veist, það kemur bara tilbaka, að skila sér tilbaka, þú veist, þegar það gera það, skilur við. Og bara njóta þess að vera að gera það, einhvern veginn vera að gera eitthvað annað en ég vön að gera, challenge sjálfa mig. Ég syns þetta að klára núna, sko næsta fyrir alfari bara í mastersverkefni og ritgerð. Ég að klára sér master í menningarmiðlun í HÍ. Hvað er ritgerðin? Hún mun að öllum líkindum snúast bílamenningu á Íslandi. Já. Bílvæðingu og Alveg frá bara 1904 þegar fyrsti bíllinn kom. Eitthvað svoleiðis, já. Og hvernig það hefur þróast? Já. Veistu hver Thomsen kaupmaður? Já, sem sko átti að fara að kaupa vörubíl en kom heim með fólksbíl og bara svaka gæi. Já, þetta er skemmtileg saga. Ég skrifaði hana í þessu námi sko. Þetta er eitthvað svona fyndin áhugi sem ég með á sko bílismannum af því að ég er ekki með bílpróf. Fékk mér aldrei bílpróf. Og hef þess vegna svolítið öðruvísi kannski sýn á hlutina heldur en aðrir sem að langflestir eru með bílpróf. Ég var að fletta í bókatíðindum daginn. Já. Og sá þá að það er maður sem er búinn að skrifa bókum Villisjeppa. Ok. Og hann er búinn að skrifa rosa mikið af flottum bílabókum. Já, ok. Og hefur alveg farið fram hjá mér. Manstu hvað hann heitir? Ég þarf að finna það, ég skal láta þið fá það. Okay. Vegna þess að þetta er bara, ég skil ekki akkur þetta fór fram hjá mér. Fullt af ljósmyndum og annað og ég sjálfur engin sérstakur bílaáhugamaður nema ég bara gerum pappa að ég man alla bíla, hann átti alltaf svo mikið af bílum og var alltaf sjálfur að gera við á. Þannig að það er mínar tengingar í gegnum eitthvað svona fortíðabíla, eitthvað gamla. Ég hef náttúrulega ekki sjálf áhuga á bílum. Nei. En ég hef mjög mikinn áhuga á fólki sem hefur mikinn áhuga á bílum. Skilurðu? Okay. Mér finnst það mjög áhugavert og bara yfir höfuð fólk sem að hvernig, sko Íslendingar yfir höfuð kannski sjá svona bílana sína og hugsa bílana sína, við langar að skoða það í þessu meistaraverkefni mínu. Ég hlakka til að lesa það. Já. Nei, alveg, þetta er skemmtilegt. Pressure's on. Já. Heyrðu, en við erum búin að tala byltingu Quito. Ég hlakka til að fylgjast með næstu skrefið þar og Marsibil og næstu 5 ára í þeir og svo óska ég þess að þú verður hamingjusöm. Já, takk fyrir það. Og sömuleiðis. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir mig.